við erum eiginlega bara að berjast fyrir því að okkar grundvallar mannréttindi séu virt. Að við fáum bara að vera við sjálf í friði, að líkaminn okkar sé bara virtur. Já. Það bara pínu einfalt. Intersex fólk fólk sem fæðist með ódæmigerð kyneinkenni. En hvað þýðir það eiginlega? Jú, kyneinkenni eru til dæmis innri og ytri kynfæri, hormónar og litningar. Ef eitthvað af þessu á einhvern hátt fyrir utan þessar stöðluðu hugmyndir konu eða karl, þá einstaklingur að öllum líkindum intersex. Intersex því ekki kynvitund eða kynhneigð, heldur alfarið eitthvað líkamlegt. Það talið að alltaf 1,7% fólks í heiminum sé intersex, sem þýðir 6.000 Íslendingar. En þar sem intersex svo margskonar, þá fullt af því fólki sem veit eflaust ekki af því og mun örugglega aldrei vita því. En helstu baráttumál intersex fólks snúa að heilbrigðiskerfinu og því að séu ekki gerðar aðgerðir á intersex börnum til að normalísera kynfærin þeirra. En viðmælendur okkar, þær Kitty og Bríet, voru báðar settar í svoleiðis aðgerðir þegar þær voru ungabörn. Bríet tvítugur tónlistarkennari frá Austfjörðum. Ég hitti hana á kaffihúsi þar sem við fengum okkur köku og skemmtum okkur furðu vel, þrátt fyrir að hún væri að segja mér frá þeim alvarlega skaða sem heilbrigðiskerfið hefur valdið henni. Telur þú að aðgerðin sem var gerð á þér hafi verið ónauðsynleg? Já. Þetta voru bara heilbrigði líffæri sem voru tekin úr mér. Já. Ég þekki fólk með nákvæmlega sama syndrom og ég og þau hafa ekki farið aðgerðir og bara eru heilbrigð og líða vel og bara venjulegt fólk í rauninni. En hvaða afleiðingar geta aðgerðir sem eru gerðar á intersex börnum haft fyrir þeirra líf? Getur verið svo mikið. Það náttúrulega bara með eftir aðgerðirnar. Og þegar við erum að tala ör á til dæmis kynfærum, þá það ekki neitt gaman í rauninni. Ég var bara rosa venjulegur krakki og svo bara fór ég á lyf og lyfin gerðu mig veika. Ég gat ekki mætt í skóla á verstu tímunum. Ég var bara með stanslausa heilaþoku. Það var bara erfitt að hugsa. Þannig að útskýra aðeins kannski fyrir mér þá ertu að taka hormónalyf eða ekki? Jú. Okay. Ég á estrogeni í dag. Okay. Ég sprauta mig aðra hverja viku og það bara gaman. Get ekki labbað beinlínis þann dag. En það ekkert skeri að stinga sprautu inn í sjálfa? Jú. Það búið að venjast? Já, mestu leyti. Ég meina, þetta ennþá ógeðslega vont. En ég meina, betra en að fara í gegnum breytingaskeiðu eða vera með beinþynningu. Já, þú sleppur þá við það bara? Já, ekki beinlínis. Ég búin að ganga í gegnum breytingaskeiði nokkur sinnum og með beingisnun. Jæja, Hvernig virkar það að vera búin að ganga í gegnum breytingaskeiði nokkur sinnum? Áhugavert. Já? Ég gat ekki sofið af því að mér var svo heitt og svo var mér ógeðslega kalt og svo vissi ég ekkert hvað í gangi. Og þetta bara út af því að þú ert sett í aðgerð sem barn að þá bara þarftu að vera á lyfjum það sem eftir? Já, í rauninni. Þegar ég var krakki þá var mömmu minni sagt að hún ætti ekki að segja neinum. Þetta væri bara okkar litla leyndarmál. Það eitthvað ekki í lagi, þú ert með sjúkdóm og þú þarft að fela það. Það líka ástæða af hverju við erum ósýnileg. Það ástæðan af hverju þú þekkir ekki, hey, þannig Jón, hann vinnur með mér, hann intersex. Okkur var sagt að þetta væri hræðilegt og við værum svo einstök að fólk myndi ekki höndla okkur. En ég hef verið opin með þetta allt mitt líf og ég hef sagt bara fullt af fólki og einu viðbrögðum sem ég fæ bara, vá, af hverju vissi ég þetta ekki? Ekkert neikvætt frá fólki? Ó, nei. En þá ekki aðstandendum oft gefnar eitthvað ranghugmyndir hvað felst í þessum aðgerðum og hvort þær séu yfir höfuð nauðsynlegar? Já. Foreldrar mínum var nú sagt að ég myndi bara fá krabbamein og deyja. En
Sannleikurinn var bara sá að líkurnar á því að ég myndi fá krabbamein á þessum tímapunkti voru miklar og kona fær brjóstakrabbamein. Já. Og ég meina, ég sé ekki huga konum vera að klippa á sig brjóstin. Nei. Auðvitað bjargar á krakkanum þínum. Kitty Anderson formaður Intersex Ísland en hún hefur verið helsti Intersex aktivisti á Íslandi síðustu ár. En hún hefur meðal annars talað aðgerðir sem gerðar eru á Intersex börnum sem eru ekki nauðsynlegar frá læknisfræðilegu sjónarhorni og eru í rauninni lýtaaðgerðir á kynfærum barna. Þetta eru alls konar læknisfræðileg inngrip. Þetta getur verið aðgerðir til þess að breyta útliti typpis. Þetta getur verið aðgerðir til þess að minnka stærðin á snípnum. Og í verklagsreglum eins spítala í Danmörku, þar eru þeir bara í raun með reglustiku. En þetta getur líka verið ofskömmtun á sterum til að minnka stærð sníps á stelpu. Þetta getur tengst hormónameðferð sem gefin mjög ungum börnum, að þau séu sprautuð með hormónum til að draga fram einhverjar breytingar á kyneinginnum þeirra. Þetta mjög víðtækt en byggist allt á þessum grunni að til þess að upplifa sig sem stelpu eða strák að þá þarf líkaminn að vera alveg mótaður að normónum. Og þessar aðgerðir eru gerðar hérna á Íslandi, ekki satt? Já, í mínu tilfelli þá var ég sett í eistnabrottnám þegar ég var 30 mánaða gömul. Í mínu tilfelli þá þýðir það að ég framleiði enga hormóna sjálf og þurfti að fara í gegnum kynþroska og hormónagjöf sem frekar pirrandi að þurfa að fara til læknis til að díla við kynþroskan sinn. Baráttan snýst rosalega mikið bara það að ef inngripin eru ekki læknisfræðilega nauðsynleg, ef þau bæta ekki heilsu barnsins og eru ekki vegna brýnna heilsufarslega þátta, að þá eigi einstaklingurinn sjálfur að fá að vera virkur þáttakandi í ákvarðanatökunni. Það sem að flest þessi inngrip eru framkvæmd á börnum áður en að þau geta tjáð vilja sinn, að þá þetta í raun bara skýrt mannréttindabrot. Nefnd Sameinuðu þjóðanna réttindi barna hefur gefið það bara út að þetta sé brot á samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi barna og eins nefnd Sameinuðu þjóðanna pyntingar, grimma og ómannúðlega meðferð. En það hefur ekki verið kannski í gegnum tíðina bara nægilega mikil fræðsla heldur það hvað það að vera intersex í það? Bara engan veginn. Í líffræði í grunnskóla þá lærum við líffræði karllíkama og kvenlíkama. Og að sitja sem barn í grunnskóla og heyra bara aðra líkama heldur manns eigins ekkert alltaf neitt sérstaklega jákvætt. Fram til ársins 2015 þá var jafnvel kennt við skóla hérlendis að rétt þýðing á orðinu intersex væri viðrinni. Sálfélagslegar afleiðingar af þessu eru líka bara neikvæðar. Það í raun verið að segja þér að líkaminn sé ekki nógu æskilegur. Hann passi ekki inn í samfélagið okkar og það bara ekki hollt fyrir neinn að upplifa það að það þurfa að breyta líkamanum hans til að samfélagið taki á móti manneskjunni á eðlilegan hátt. Við eigum náttúrulega bara að búa til samfélag þar sem það er pláss fyrir alla. Ok, ég var bara rétt í þessu að fá tölvupóst frá ritara landlæknis sem að tjáði mig það að landlæknir hefði vísað beiðni minni fund á bug, en hann mun ekki veita viðtal í þessum þætti og bendi mér á að hafa samband við sérfræðinga. En málið að ég alveg búin að hafa samband við nokkra sérfræðinga og þeir hafa annarkvort ekki svarað mér eða bara sagst ekki vilja veita viðtal. Ég auðvitað ekki búin að hafa samband við alla lækna á Íslandi. En mér hafði verið sagt áður en ég fór á stað að það yrði erfitt fyrir mig að fá viðtal við lækni sem að myndi tjá sig málefni intersex fólks. En ég vissi samt ekki að það yrði svona erfitt. Þar sem ég fekk ekki viðtal við lækni og gat því ekki spurt viðhorf heilbrigðiskerfisins til málefna intersex fólks, datt mér í hug að heyra í Sigurði Ými, sem hjúkrunarfræðinemi og í forsvari fyrir nemendur á heilbrigðisvísindasviði HÍ, og heyra hvernig heilbrigðisstarfsfólk undirbúið til að sinna intersex fólki í náminu sínu. Það engin skráð hinsegin fræðsla eins og á heilbrigðisvísindasviði
Og það bara mjög alvarlegt út af því að rannsóknir hafa sýnt fram á það að til dæmis þriðjungur transeinstaklinga sem að fær ófullnægjandi heilbrigðisþjónustu glímir við alvarlegt þunglyndi og tíða sjálfsvígshugsanir. Það er engin fræðsla intersex, við vitum ekkert hvað intersex er, við fáum ekkert bara yfir höfuð hinsegin. Það er bara ábótavant á öllum sviðum. Í hjúkrunarfræði þá komum við mjög nálægt okkar skjólstæðingum og þá er mjög mikilvægt að við kunnum rétt hugtök og við kunnum rétt orðnotkun og intersex einstaklingar upplifa kannski dálítið stjórnleysi varðandi sín eigin líkama og vitlaus orðnotkun gagnvart þeim, það er raun og veru ekki kallað þá intersex einstaklinga intersex heldur sjúkdómsvæða þá sem er bara rangt út af því að það að vera intersex er aldrei sjúkdómur. Það getur valdið því að einstaklingurinn bara upplifir sig í raun og veru valdlausan gagnvart sínum eigin líkama og sín eigin meðferð. Þetta er í raun og veru ekki það sem við kallum valdeflandi meðferð upp á spítala. Þetta er bara frekar að brjóta einstaklinginn niður. Nú hefur maður heyrt af aðgerðum sem eru gerðar á intersex börnum. Heldur það tengist því að sé engin fræðsla? Meðal annars, út af því að ef við höfum hjúkrunarfræðinga og lækna sem að geta leiðbeint og gefið foreldrum nýfæddra intersex barna ráðgjöf hvert þau að leita, þá eru foreldrar í raun og veru betur stakk búnir undan það að takast á við þær ákvarðanatökur sem eru í kringum þessar aðgerðir og vita frekar að það er betra að leyfa barninu sjálfu ákveða heldur en að ákveða fyrir það. Þetta getur náttúrulega þessar aðgerðir í raun og veru geta skemmt vefi og hefur langvarandi áhrif á barnið þegar það vex upp. Já, þannig að hugsanlega ef að þessi fræðsla veri betri þá væri hægt að útiloka ónauðsynlegar aðgerðir að einhverju leyti? Það væri náttúrulega aldrei hægt að útiloka þær fyrir löggjöf kæmi í veg fyrir það. Og bara vonandi stefnir í átt að því að þessi löggjöf verður að veruleika bráðum. Óþarfar aðgerðir á kynfærum barna er eitthvað sem á ekki að vera gert. Þetta er eitthvað sem er í raun og veru brot á mannréttindum og bara hrein og klár viðurstyggð. Heldurðu að sé einhverjir undirliggjandi fordómar í þessum geira? Það er minna fordómar og meira fáviska. Og náttúrulega af fávisku þá koma fordómar.